erum bara motherfucking rekkaðir. Má ég lesa smá? Ég situr við drenginir. Ég með minn, ég ætla bara að byrja að kasta kveðið á alla Liverpool aðdándur áttuðar, kloppa að gera góða hluti þess að dagana. Góðu leikur síðast. Það ekki? Það var fín það var fín. Margir erfiðir í röð en það senast það var fín. Má ég segja brandara? Maðurinn leit í veskið og sagði við konuna, já, nú hefur strákurinn tekið peninga úr veskinu mínu. Konan hans mótmælti og sagði, látt ekki svona. Það geti alveg að verið ég. Nei, svo mikið vantar ekki. Er þetta vantarinn? Já, þegar, skilur ekki, að þeir átt konu, hvað gera þær annað en að eyða peningunum? Þetta sko, þetta svo sem enga nýjar fréttir fyrir flesta held ég, en þetta af Ragnar Rúnar, brandarahotnið á Facebook. Þetta alveg nýtt fyrir mér. Ragnar Rúnar, brandarahotnið, já, en ég sé sko... Nei, er þetta gaurinn? Já, þetta gaurinn. Má ég sjá hann? Er ekki alltaf mynd á honum? Jú, hann segir oft brandarana sjálfur í vídeokameru, en þessi var skrifaður, það er svona... Ságur, málið Ragnar Rúnar í einu orði aðtöðið, brandarahotnið, bara fyrir þá sem vilja smá grín, kannski smá kvenfyrirlitningu, en þú veist þetta er góða kvenfyrirlitningu, gamla góða. Þanga til að þú sagðir að þetta væri þessi gamli snillingur, þá var ég alveg, hvað sexist piece of fucking shit. Já, nákvæmlega. Ef þetta væri einhver fertur. Menn alltaf voru sexist í gamla daga, þetta er gamli skólinn, sko. En eins og með þennan þú kennir ekki gömlum hunda verið ekki sexist. Já, þú kennir ekki gömlum hunda að þetta var sexist. Má ég segja eitt að það er svona meira skot á kalla. Það er núna fyrir brandarinn var svona skot á konur, en hann er að grínast með bæði kynin, hann er ekkert bara sexist. Nei. Hjónin rifist heiftarlega daginn sem þau áttu 40 ára brúðkaupsafmæli. Eiginmaðurinn öskraði. Þegar þú deyrð, þá læt ég skrifa á legsteininn þinn. Hér liggur konan mín, köld að vanda. Jæja, svaraði eiginkonan. Þegar þú hrekkur upp af, læt ég skrifa á legsteininn þinn. Hér liggur maðurinn minn, loksins orðin stífur. Menn með risvandamálega. Kallinn bara með risvandamál. Veistu hvað, ég held að það sé að fæðast hérna dagskrálið. Brandarahotn Arnars. Sko, ég hef gaman af því að fyrir internetið, og þetta er alveg löngu fyrir internetið, þegar afar okkar eða eitthvað, eða kannski, ég veit það ekki, pappar okkar voru ungi menn og allt það. Og þú veist, það var ekki internet og frambóð af bara bröndunum, þú veist, það voru ekki uppistandarar eitthvað ögra forminu. Þú veist, brandarar voru kannski meira á Íslandi en annars staðar, bara komnir stutt, fattaru, bara, þú veist, sem einhver grein sem að hefur núna oxið og dafnað, en bara tíma og í dágóða stund, þá var húmor svo mikið svona klúr, svona kynferðislegur, þú veist, eitthvað svona, fattar hvað ég meina, þú veist, eitthvað svona umbrjóst og eitthvað svona samskipti kynjana á svo sakleysislegan hátt, og ég held að þetta líka tengist því bara að þú veist, svona klúrstót, bara eins og hælar og öklar á konu eða eitthvað, þú veist, þeir voru bara meira tabu að því að fólk var ekki að fá neina kynfræðslu, þetta var aldrei rætt neins þar, nema eitthvað svona í klúrum bröndurum, þá flistuðu allir og eitthvað, Jesús minn, þarna var hann stífur. Þarna var hann stífur. Já. Það er ógeðslega fyndið að finna, ég átti svona brandarabækur, þegar ég var krakki. Áttu klúrar brandarabækur? Ekki þegar ég var barn. Nei. En komst einhvern tímann í eitthvað svona blaðis og Samúel eða eitthvað? Já. Þar var eitthvað svona einmitt. Og líka, sko, síð og hirt og, veist, það var í einhverju... Jú, mögulega í síð og hirt líka á tímabili. Voru eitthvað svona brandarahotn, en síðan, sko, það var alltaf classic, bara góðir svona fimmurar aftan á Andrisblöðunum. Já, á tímabili. Það var gott. Er það ennþá? Ég held að sé ennþá, en í alvörinni, ég hef stundum litið aftan Andrisblöð og lesið brandara, og það er næstu því eins og sko algoritmi hafi skrifað á. Bara eins og engin manneskja, bara eitthvað svona algoritmi hafi bara tekið orð sem virka, og þeir eru ekkert fyndnir, þeir meika ekkert sens lengur. Andrisblöð brandari, ég er með nokkra hérna uppi, sko. Andrisblöð brandara, frá hvað árið er þetta? Þið kannski getur bara séð það hérna. Herru, hér er bara brandarar fyrir grínendur. Fyrir grínendur? Það er bara Andrés... Nau! Ok, þetta er enda mjög gott.
brandarar. Ok, það, já. Brandarar. Og hann svona... Já, hann algjört eitthvað. Eigum við að fara að grínast? Andri Sönd, brandarar. Þetta að byrja? Andri Sönd alltaf fyndin. Andri Sönd alltaf fyndin, en brandararnir aftan á Andrisblöðunum. Spurningamerki. Og ég skal lesa, ekki þú lesa. Þannig að það komið þér óvart. Já, meina það, ok. Hefurðu heyrt níska skotan sem flutti sjónvarpið sitt út í bílskúr? Nei. Það var ódýrara en að kaupa miði í bílabíó. Þú veist nákvæmlega, finnst ykkur ekki, sko, þetta, vá, ég er trilltur. Tjekka hennan. Ok. Ég ætla að lesa fyrir svona 4-5. Já. Oh my god. Ég vil fá flugmiða í kringum hnöttin. Aðra leiðið að báðar. Já, þessi samt make a sense. Þetta er náttúrulega bara grínið að spurningin heimskulega. Ég skildi ekkert í þessum fyrsta. Ok, tjekka hennan. Já, hvað er með það? Tjekka á þess. Tjekka hennan. Læknir. Ég var að spila á flautunum mína, svo sveldist mér á og ég gleypti hann óvart. Slappa af. Hugsaði þú hefði verið að spila á piano. Já, ákvæmlega maður, ef hann hefði gleypt það. Það er dáið. Ok, ertu til í þennan? Já, ég er til í þennan. Hvaða skóstærð vantaði? Já, 37 mín stærð, en ég verð alltaf að kaupa 39 því að 37 meiða svo á mér tærnar. Þessi var fyrir góður. Þessi var góður. Meira? Já, ég ætla að lesa svona 4 viðbót, sko, þetta er... Ok, ég hef verið að safna... Þetta er bara ein lína. Ég hef verið að safna... Ég er svo spenntur. Meira! Ég er hann hútt. What? Ok, tilbúin í þennan. Já. God, nei, ég ætla að geima þennan. Nei, ég ætla að lesa 2 viðbót, sen lesa þennan. Okay. Þetta er bara... Enda á besta. Enda besta, ok. Hefurðu heyrt skotan sem óskaði sér klukku í afmælisgjöf frá öllum sem hann þekkti því að hann hafði heyrt að tíminn væri svo dýrmætur. Ok, eitt í... Akkur er skoti? Akkur er þessi brandar einhverja skoti? Akkur ekki þú veist færiðing eða eitthvað, að Dani? Er okkur ekki illa við Dani? Og hér er bara þessi brandar byrja bara svona. Við heldum að hann væri með mislinga en svo hafði hann bara hnerraði tómatsósu. Búinn. Já, þetta er svona, ég skil þetta en það er ekki brandari. Nei. Þetta er smá eins og algoritmi hafi en hvað skilur það? Eða þú veist að þegar þú fær mislinga þá færðu díla eða eitthvað á húðina og hann hnerrar hann í tómatsósu þannig að hann lítur út þú veist, já, ég skilja, hann skvettist fram hann þetta er samt ekki brandari. Þetta er bara grand finale. Eru til í rúsinna kirsuberið. Oh my lord. Og þetta er líka bara, já, ok, tilbúin. Ég hef verið að safna fyrir nýjum bíl í nokkur tíma, en í gærkvöldi tók ég peningana og fór í bíó fyrir þá. Brandarinn er búinn. Ég hef verið að safna fyrir nýjum bíl í nokkur tíma, en í gærkvöldi tók ég peningana og fór í bíó fyrir þá. Sko, er grínið innan gæðslapa, að hann var búinn að safna svo litlu, hann gætt bara í bíó bara, eða eitthvað. Bæði eða bíó sér dýrst. Þú veist, það er líka gott ef það er grínið sem er mín kenning. Ádela? Nei, ég held að þetta sé bara svona vákaði fyndi hvað hann var búinn að safna litlu. Vákaði, gekk illa að safna. En mér finnst þetta bara, ég hugsa bara þetta var meira sorglegt. En tjekka á þessu stendur. Við að tala hvað þessi dýrt í bíó? Það orðið dýrt í bíó. Ég túlka brandarann þannig, en tjekka hérna hvað stendur neðst. Þetta er greinlega græi sem að skrifa þetta upp. Já. Og hann segir hérna, herru, það gæti verið innstáttufullur, svo þið verðið bara að reyna að hrófa framhjá. Þið eru bara að hrófa framhjá því. Það lítur. Innstáttufullur hérna, svo í lokið hennar að segja það gæti verið. Já, þetta er hrófa. Kannski er þetta PS brandari aftan af ég held það. Já, hvort þetta sé bara actually... Já, wow. Ég sakna sko... Ég sakna brandarana. Aftan á, brandara í... Bara random skrýtlur hér og þar. Það sakna ég. Þess að sakna ég ógeðslega mikið þarna séð og hirt stelpunar.
Ég líka, en ég er svona var að Því tjekka á það því. var í raun og veru bara einn stór bara heilsubrandari. Já, en sko, hafið lesið gömulsögu heyrblöðu eitthvað nýlega? Ekki nógu nýlega. Það er svona upp í bústöðum, það er bara bungi af gömulsögu heyrblöðum. Okay. Og ég myndi þetta séu heyrblöðum og bla bla og fór að tjekka því. Og ég vissi, þetta var allt eiginlega 16 ára stelpur. Já, vissi það? Já. Ég er ekki að djóka. Og ég tek tilbaka. Þú náttúrulega varst hvað, 15 eða 16 ára þetta var að koma út, skilur. Já, ég saknaði þess í fortíðinni. En sko þetta er nefnilega einn af þessum hlutum. Þú veist, hvað segir maður Var þetta ekki alltaf svona slightly sexual? Slightly. Þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvort þetta hafi verið bara módelmyndir eða hvort það hafi verið bara að glenna sig í ykkur móum. Nei, þetta var meira bara undirföt og bikini, skilur. Og þær voru alltaf þú veist, þær voru augljóslega búin að mæta til séð og heyrt eða einhvern ljósmyndara þar sem er póð ykkur. Var ekki Sveinbi Súpermann að taka, var það ekki svona... Þessar myndir? Ég veit ekki. Throwing him under the bus. Bara, það eru örgulega auðvöld að koma að staði, en þetta er einn af þessum hlutum sem að, þú segjum sér svo að þetta hafi verið í gangi fyrir 20 árum, í kringum 2000 sem séð og heyrt stúlkurnar voru upp á sitt besta. 20 árum? Svona 15? Já, upp á sitt besta. Segjum svona að þetta hafi bara verið þú veist, verið það sem þetta var fyrir 20 árum og þú veist, þetta er einn af þessum hlutum sem maður horfir á og maður er bara eitthvað hvað var að öllum hvað er að öllum, en ég held að það sé líka af því að þú einhvern veginn þú veist, af því að þetta myndi aldrei gerast í dag, af því að aðstæður eru bara svo breyttar. En á ég segja hvað ég held samt sem áður erum við að gera það sama einhverstaðar annar staðar? Já, á ég segja hvað við erum að gera. Eru allar þessar Instagram guggur orðnar í rauninni séu herstelpunar? Nei, býttu. Nei, ég vil draga tilbaka og draga því í land, af því að ég held sko I like it. Af því þú ert komin á hálunís. Já. Það sem ég held að þær séu bara að gera whatever the fuck they want, en ég held að Instagram samansapn það sem einhver horny pervert sapna saman en síðan herstelpunar voru alveg að gera það sem þær vildu gera. Þú veist, þær voru ekki neittar á það. Þú veist, ég er ekki að meina það eitthvað svona. Já, en er þetta ekki samt, veistu hvað mér finnst, sko, það að vera 16 ára, 15-16 ára og það er einhver gaur Já, það er rosa massið það að taka út fyrir sviga í þessar umræði. Afsakið það, við erum að hálum ís, en hér kunnum við vel við okkur. Það sem ég er að segja, ég held sko að ég man meira þess að þér eru yngri og það er bara minnum mitt í dag, en svona áhuga ljósmyndarar sem var alltaf að taka nærfatamindir að píum eitthvað upp í móa. Er til eitthvað sem er fucking parallel það? Eitthvað svona gaurar... Var ekki einhver gaur sem titlaði sig sem einhver áhuga ljósmyndari og var eitthvað gómaður alveg bara... Þú veist, það var eitthvað svona átaður sem eitthvað... Já, þú veist, það er alveg... Það var einhvern veginn... Ég veit ekki hvort þessi jafn mikið í gangi í dag eða ég sé bara orðinn og gamall eða eitthvað. En mér finnst einhvern veginn mögulega... Þessir áhuga ljósmyndarar. Já, ég bara einmitt, áhugaljósmyndari og eitthvað svona og einhvers konar predator líka, sko. Já, og ég held að þeir sé að fela sig auðvitað eins og þú segir, út fyrir sviga, alls konar áttir, en ég held að menn hafi oft verið að misnýta sér stöðu sína og verið eitthvað, ég taka þér módelmyndir, síðan er þetta bara yfirlýstar einhverjar ógeðismyndir bara upp í móu, eitthvað fróefni fyrir mannin, skilur. En líka sko, af því að núna eru náttúrulega allir konur með einhverja geggjaða síma bara í vasan og þetta er fyrir það í rauninni, menn eru bara eitthvað með 50-10 og engin myndavél og þarna er þessi gaur sem er eitthvað sendaði skilur, vandaði myndir. Þú ert svo sæt. Já, svo sæt. Væri til að vera í svona módelmyndatöku fyrir mig. Einmitt. Já, en breytti tíma, sko. Thank God, maður. Nú ætlum ég að throw myself under the bus, núna. Ég man eftir þegar ég var að gera vídeo. Beygir fyrir hotnið. Þegar ég var að gera vídeo, kannski ég var svona... Hvað er það? Tónlistavídeó. 10 árum. Tónlistavídeó. 10 árum... cirka bát, já, eitthvað svona að fá píur til að bara, koma og vera bara á nærfötunum skilur og og áttaði í þeim tilgangi að mér var bara með einhverja fyrirmyndir að utan og tíðarandinn var eitthvað neginn, en í dag ef ég horfa á þetta og ég meira sér búin að fela 2 vídeó á mínu persónulega YouTube
sem að mér fannst einfaldlega bara ekki við fannst bara að vera sexist pælingar í gangi hvaða lög? Ég held að maður gíska nei, ég held að veit hvað það var eitt lag sem heitir Ég alltof og þetta var svona var það eitthvað neon já og alveg bara einhverju glemti rassar ekki alveg glemtir en þú veist þetta var bara ég og 2 píur og það var obvious að þær voru meira að dilla sér á raskatinu skilurðu og ég bara eitthvað að vera cool á því í fötum og þetta var svona pjúra dæmi það sem að, ég var bara blindur á mér fannst bara þetta þótti svalt í og mér fannst þetta bara vera eitthvað, þú veist, eitthvað flex líka á þessum, þetta líka á þeim tíma sem að amerísku tónlistarmyndböndin voru svolítið svona já, eru þau það ekki, en þau eru það náttúrulega bara að stóra hluta til þau eru, þú veist, það mikið verið að það alltaf verið að glenna sig en það var miklu meira, þú veist eitthvað á mínum forsetum ég að fá einhverja píur en þú veist, við skulum hafa á hreinu að öllum leið vel í svona tökum og maður var alveg maður passa sig að reyna að vera eins professional og mögulegt var en þetta samt sem áður bara ef ég horfa á sjálf mig og horfa á mistök og hvað þetta betur bæta og var þetta ekki í lagi, skilur þetta var ekki í lagi því að maður basically að taka veist maður var svo mikið að taka hverjumnars líkamann og setja hann sem einhvers konar fucking gadget í vídeo og þetta hefði verið allt annað, þetta verið partur af einhverju söguþræði og fólk var bara fucking þetta var ekkert eitthvað ég var líka fólk var eitthvað fucking já, fólk var hvað meinar þau? bara, veistu, ef fólk væri bara eitthvað fucking skilur þetta væri bara akkur er það eitthvað betra? að því þá þetta miklu meira það er saga já, það var bara eitthvað, þú veist, í sögunum voruð þið bara eitthvað fucking around og eða þá, veistu hvað þetta er með skert það að píuna væri á rassinum hefði réttlætt það ef ég var líka á rassinum absolutt, já maður við værum öll á rassinum það er geggi hugmynd það er alveg bara ímynda, veistu hvað væri gert KO maður það kemur bara að byrja eitthvað vídeo það er eitthvað pía svo nýja lagi mitt booty Anna booty zoomar upp, sér það þetta MC Gauti með sitt fucking big ass booty menn eitthvað búin að frís frema það og fróa sig menn er eitthvað, hver er þessi þetta er bara Gauti maður hvernig að kýla bónirinn niður nei, að því að maður ánáttúrulega líka ef maður í svona, þetta er góðu punktur sko, að því að þú veist, það að fá einhvern annan til þess að sexualiza sig í tónlistarmyndbandi svo að myndbandi þitt verði einhvern veginn auðvitað átt þú, eins og þú segir að sexualiza sjálfa þig ef einhver á að vera sexy, þá er náttúrulega þú þetta er lagið þitt, þetta er myndbandið þitt en síðan er sko nekt, ég ekki að segja nekt í vídeóum er beautiful hlutur en það fer eftir hvernig við förum að því og þetta eitthvað svona að því eins og í þessu vídeói þú veist, og ég man sérstaklega eftir skotið sem ég þú veist það sést bara, það er bara rass, andlit rass og ég í miðjunni, það er svona rassar sig ykkur megin og ég er eitthvað hljómanið er eins og svona Tommy Cass myndband og ég er eitthvað, ég er allt og fly og rappa þetta aftur og hérna það er eitthvað prumpandi framan í bara ef að það hefði verið til dæmis hefði það sko, það hefði verið fucking það hefði verið genius myndband ef að vídeo hefði byrjað á þeim bara frétta á mig af því þá var það að downgreita mig í byrjun, þá myndi rétt nákvæmlega þannig að, já þetta er nefnilega galdurinn, sko. Það verður að vera eitthvað meira heldur en bara það að eitthvað, þú veist, að þetta sé eitthvað klám fyrir úlinga eða, þú veist, eða bara gamla kalla eða eitthvað. Sjáðu, ég fekk fólk til að vera á rassinu. Já, nákvæmlega. Er þetta ekki sexy? Langar ekki að fara að fróa það núna? Þú veist. Já, það er alltaf megin tilgangur. En þú veist, ef strax úr eitthvað byrjar að vera prumpa þá náttúrulega er þetta augljóslega ekki tilgangurinn að allir eitthvað fróa sig yfir. Þetta er orðið að einhverju svona arti með einhvern aðri tilgang. Hefur verið nekt í ykkar vídeóum, í Úlfur-vídeó? No. Ever. Þú veist það alveg. Ég er að hugsa bara, við erum clean boys. Já, þið eru bara með clean record. Við erum good boys. Nei, en þarna við erum clean boys. Good boys. Good boys. Nei, herðu, ég held sko að mesta nekt sem hefur verið í myndbandi hjá okkur
menn eitthvað ber ofan. Vá, ég ætlaði eitthvað að fara að segja já, þegar þessi var ber ofan, ég man ekki eins og eftir en það verið ber ofan, sko. Við erum ofti fyrir eitthvað mikið af fötum. Já, þegar ég hugsa... Ég aldrei betur klæddur en þegar ég tek upp tónlistum. Ég myndi var að horfa á bara megni af tónlistum ykkar fyrir ekkert svo lengur og ég held að það sé rétt hjá þér, sko. Ég man ekki eftir einhverju... Við náttúrulega erum að norðan, sko. Hvað er samt sem áður mest sexist úlur-vídeói þó að sé ekki nefnt? Ok. Hvað er mest sexist vídeói? Það er ekki bara það sem er ballerina? Jú, örugglega. En það sexist? Nei, ég er að segja það er ekkert vídeo sexist, þannig við verðum bara að flokka vídeón sem er ekki sexist. Já, mér finnst það bara smá sexist og við kallaði þetta sko ballerini og þetta er einhver magnaðast í nútímadansari þjóðarinnar. Já, einmitt, maður lóksins sé það myndband. Ég hugsaði fyrst þarna skákvídeóið, en svo er bara, það er ekkert sexist, þeir voru svona dúfusarnir. Ég ætla að hætta, nú skulum við draga... Úlur myndbandi eru vanlega bara ég og Helgi að vera bara eitthvað pretty dumb. Já, bara eitthvað að sprella, sko. Ég hef gaman að, þú veit gaman að gera vídeo. Það er geðveikt langt sem ég gera stuttmynd eða eitthvað. Hvað segirðu? Þetta er svona bara hvernig þetta er örugglega svipað á að gera bara stuttmynd eða eitthvað. Já. Svona smá saga, þú veist, reyna... Já, maður örugglega bara minni ábyrgð. Já. Og meira áhorf. Já. Minni ábyrgð. Minni ábyrgð, meira áhorf, meira gaman. En er einhver að horfa á tónlistavídeó í dag? Já, og ég er ekki að tala um ykkur, þú veist, ég er að tala um the youth, það er bara eitthvað tónlistvídeó bara með 300 million views og eitthvað. Já, en síðan eins og við tökum íslenska marka fyrir og heldur að úlingar í dag sé ekki að horfa myndband. Við tökum bara ratio til dæmis á einhverju herra netsmjör-dóti, skilur, vinsælasta popstjörn landsins, tökum bara ratio á einhverju lagi sem hann gefur út á YouTube versus það sem hann gefur út á Spotify, það er bara gigantískar tölur. En hvernig eru, til dæmis, hver gaf út nýlega tónlistamindband sem var í vinsælt á Íslandi? Og hvað er það með mörg views? Ég man ekki eftir að vídeo hafi orðið vinsælt. Ég er að skoða vinsælasta vídeóin hans Árna eru fyrir 3 árum. Fyrir 3 árum? Hvað var það og hvað er það mikið? Þá er ég að tala um eitthvað svona solo en alltaf hefur gert eitthvað sem hefur verið meira. En þetta er svona, ég er sammála, fyrir svona 3 árum var þetta píka. Það voru flestir að horfa á íslensk tónlist. Þá líka var maður, 2016, ég man sko eftir í þegar að, veist, ég gef allt mitt út og er með YouTube í huga og þið líka. Og maður var alltaf með þarna Premiere bara á, þú veist, YouTube. Áherslan var öll á YouTube og myndbandi og eitthvað. Og passa sér að dreif ekki viewsunum, þú veist, maður vildi fá viewsunum öll. Mjög gott að maður hafi sem bara komið staði eitthvað eftir að vera að eyða öllum peningurum sem í þessum myndbönd og fólki var alveg sama, það vildi bara heyra lögin. Miklu ódýrar að gefa bara út lög og spotta. Það var ekki þannig. Það var öðruvísi. Mér finnst þið tveir eiga líka með strákarnir verið að klikka vídeo. Ég ætla að segja eitt, ég man eftir í þegar krossar þegar ég upplótaði ég í raun og veru upplótaði þeir plötunni 2013/14 kemur út sent 2013 upplótaði henn á Spotify upp á djókið, ég var alveg hei, það komið eitthvað, veist, við upplótaðum minni bara, veist, hvort það hafi verið 14 held það og síðan þegar Vaka Velta kemur þá samt gaf ég út geisladiskinn og var alveg ok, setjum meiri fókus á þetta á YouTube og selja diska heldur en að vera eitthvað að gefa streymið. En ég man eftir þá síðan þegar sko Spotify klifraði framhjá á hlið voru bara hliðin á hvað er það, tók fram úr klifraði fram tók fram úr Spotify, YouTube og í dag er náttúrulega bara setja allir main fókusin þess að finna þetta er íslensku markaðar úti er náttúrulega iTunes líka Tidal er eitthvað fucking brotabrót Spotify er náttúrulega er það bara brotabrót? með við, kannski tölurnar sem ég er að fá, ég fæ alveg einhverja getur þú flestis upp með svona markaðshlutdeildina í Bandaríkjunum? Þú veist, er Spotify náttúrulega ekki jafn hátt í Bandaríkjunum? Jú, Spotify er bara worldwide fucking Spotify er með það vel 108 million subscribers 108? Já, meðan Tidal er með 3
3 million. 3? Ok, það brotabrót. En iTunes, sér eitthvað þannig? Ég haldi að það væri miklu fleiri en 100 miljón subscribers á Í 300 miljónum mann á landi, einn á hverju 3? Nei, þú ertu að tala af bandaríkjunum? Nei, ég skrifaði bara Spotify market share, skilur, hvað, Drake með 51 miljón monthly listeners. Það segja mér að helmingurinn af þeim það er svo margir sem með frítt Spotify. Alveg rétt. Það eru 108 miljónir sem borga fyrir Spotify. Hafið þið einhvern tímann sleppti að borga fyrir Spotify? Ég var með Spotify í svona hálft ár án þess að borga fyrir það. Varst ekki að vera geðvigur? Nei, þess að ég notaði þess lítið. Þú veist, þá var ég bara á YouTube. En svo er ég búin að YouTube er bara fucking pirrandi miðill upp á það að gera allum svo lokar YouTube. Þú var bara með YouTube Premium, það var að fara sko. Já, en að hverju segir þau? Ég nenni ekki að borga fyrir allt. Til þess að fá hvað segir þau? Til að fá YouTube Premium, það svo getur þú lokað slögt á símanum í raun og veru og setja hann í vasan losnar ekki við allar auðlýsingar líka. En ég er ekki með YouTube Premium, en ég veit bara að það er hægt að losna með. Þú getur bara með, hvað brásur þetta nota? Google. Ég er bara með Adblock eftir það. Ég er bara að ná mér í Tor eftir sko ég notaði Adblock og var að skipta yfir í eitthvað sem heitir uBlockchain minni mig og það bara, ég hef ekki séð auglýsingar í svona 3 vikur á internetinu. Það? Já. Ok. Ég er ég með Firefox en ég veit að þetta er líka til fyrir Chrome en það er bara, ég var eitthvað að fríka út, fannst ég hafa allt eitthvað tengt við Google Chrome og Gmaili mitt og eitthvað, ég er að byrja upp á nýtt í jólafríinu þannig ég fekk mér ég rætti við stóru fyrir þig já, ég fokk Google með þér þannig ég sótti með Firefox að ég komst að það er, þú veist, hann er bara í grunninn miklu meira að passa upp á þig heldur en Chrome og svo líka bara með öll þessi add-on og þú nærðir bara í einhvern adblocker og það er bara, ég fyrir ná vísi og það er engin auðlýsing, ég fyrir á YouTube og það er engin, það kemur engin hvað segir þau? Chrome er líka með adblocker og allt að kjafta þið já, ég er með henni akkur ekki að nota ég ætla að nota Tor núna já, en þetta er líka en það myndi ekki virka fyrir YouTube appið þú veist, þannig að þú myndi alltaf slökka símanum myndi slökka þá fyrir þeir vilja meina og svo það sem ég kaupi makkana mína í Makland, sjátt á Makland þeir vilja meina að maður er ekki að nota Google Chrome og Firefox og maður er bara að nota Safari Safari bara, þú veist, það er mest boring app sem ég hef séð á æfum Akkur segir Makland að maður er ekki að nota Firefox sko allavega Chromeið Chrome ávist að vera bara Chrome er vinslu þungt og já, ef þú ert með mikið að tabs opið sem ég er svona að reyna nei, ég er að tala bara yfir höfuð bara alls konar add-ons og bla og hægir á tölunni og I don't give a shit ég bara, set ég bók undir tölunum mína þegar í sófanum? Nei, ég bara kaupi nýja tölu eftir 2 ára eitthvað setur alltaf bók undir tölunum hérna hvað með akkur ætti að setja bækur undir tölunum mína? þess að viltan sé lengur á lífi? Já Nei. Ég hef aldrei heyrt þetta myndi hún yfir hittna eitthvað já hvað samsæðiskenningar er þetta? Ekki marg, er þetta eitthvað fake Apple-vörur eða eitthvað? Hvað meinið? Tölvaðin virka akkur er þetta til svona tölvuborð og maður er að setja alls konar tölvur eru hannaðar til þess að vera settar á borð núna skal ég segja ykkur það að ég get lofa ykkur í að þið myndu alltaf bara vera með tölvun ykkar á sængin ykkar og vinni inn þannig þá fokkast tölvun ykkar 100% ég er sammála, ég er aldrei með hann á sænginu minni ég er bara með hann á borði já, við vorum að tala þegar að tölvan er á sófa sem er efni ok ég skilði á þannig efni já, ok takk já, algjörlega thank you takk fyrir að henda mér út á hálægisinn þú varst óskýr þá eru þín mistök, þú varst mjög óskýr kasta síðan reipu eftir mér og draga mig í land nei, passið ykkur maður, þið vil ekki fá ég var næstu komin hann út á Sexist Island ég var komin svo langt út á hálægisinn það er þetta sko já, nákvæmlega maður herri boys, hvað þetta er svo gott, við erum að taka þátt upp á sunnudegi fyrsta sinn algjörst fucking chill, veitu hvað ég gerði morgun? Hvað? Keyrði til Þorlákshafnar. Hvað varst að gera? Ég fór sund. Það er svo kallt úti. Dópaðis laug eða? Nei, það er svo ógeðslega kallt úti. Og það er svona barna eitthvað svona heimnaríki inni. Ok. Og þannig ég keyrði bara þangað og bara og var þetta barna heimnaríki? Það er ekki þetta ógeðslegt. Hvað, barnaheimnaríki? Þú gerðir þetta ógeðslegt með því að spurja. Já,
Af hverju? Ég meina það er engin nóg líf í himnaríki, fattar þið? Það er bara haunted sundlaug, ég er náttúrulega. Ok, þetta var náttúrulega myndlíking. Barnaparadís, Þetta var barnaparadís. Ok, skara. Ok, það er þetta betra. Já, hræðilegt, þetta var eitthvað barnahimnaríki. Já. Ég ætla að fara með barnið mitt til barnahimnaríki, so what the fuck? Nei, Sadistic. og við fórum á ég fór að hugsa, ég skil konseptið að búa, nú verði tekin fyrir eins og Þórdís þegar hún dritaði Kópasker, ég skil konseptið að búa eins og Sauðárkróki, en af hverju myndir þú vilja búa 25 mínútum frá Reykjavík? En er það ekki einmitt máli af því að þetta er ekki nema 25, þú veist, þú lifir smábæjarlífinu, en ef þú þarft að vera í bæinn sem kemur kannski oft fyrir, að þá ertu bara 25 mínútum í burtu. Það er bara smá eins og búið í einhverju útkverfi. Nei, það er ekki eins og búið í útkverfi. Jú. Af því að í útkverfi eru til dæmis samgöngur og maður getur farið í strætó og taxa og það er þetta rétt, þú ert þræll einkabílsins eða þú býrð á Þorlákshöfn, en þú ert í sveitinni. Ég get vel skilið að ef þú býrð á Þorlákshöfn þá sést ekki sammála Gísla Marteini árásuna einkabílnum. Sko ég þekki reynda nokkra sem að búa í Þorlákshöfn. Af hverju? Ég þekki fólk og það er bara algjörir hippar sem eru örugglega bara mjög sammála Gísla Marteini sem voru bara eitthvað ódýrt húsnæði og bara gott fyrir börnin og eitthvað. Ég smá að sko, það er alveg, það blundar í mér að búa út á landi, en eina sem ég veist erfitt við þá tilhugsun er komið, finnst gaman að búa í Reykjavík, eiginlega betra. Hittum bara svo romantískt, sko. En það er romantískt, ég verð bara svo oft, bara ef ég er meira en svona 42 mínútur í svona bæ. Já, þú ert kannski ekki alveg... Ok, býttu, sorry, ég ætla að fara, ég hef komin á háleiðisinn, ég ætla að labba aftur í land og segja, ég er auðvitað að fucking around, en eins og ég hef til dæmis, þegar ég er að fara mikið norður, og maður er orðinn vanur í auðvitað búið Reykjavík og fyrir síðan út á land og maður, til dæmis, ég hef gert það ef ég er að spila einhverstað, að vera kannski 2-3 dagi viðbútt og það er svo gaman, en þá fatta ég að það var bara svona ógeðslega gaman í bænum af því að það var eitthvað festival í gangi, það var eitthvað happening og síðan, náttúrulega, ef maður þekkir engan og þekkir ekkert, veit ekki alveg hvað maður að gera, þá verður allt smá sad. En mér er samt sko, ég tengi við þessum svona romantísku pælingu við að búa, en ég hugsa alltaf samt... Langar að rækta einn kartöflur og... Nei, ég meira bara svona að skrifa bók, horfa bara, þú veist, eins og ég voru í Ísafirði fyrir eitt sólingu, reyndar komið 5 ár síðan núna eitthvað, en og ég fekk alveg bara eitthvað sveitarloft, það var allir ógeðslega chillaðir og ég ímynda mér ef ég ætti fjölskyldu og hund og eitthvað svona dæmi og væri rithöfundur og þá væri þetta geggjað held ég sko. Ég kom í buksunar á meðan listir þessu. Það ekki? Jú. Já. Don't get me wrong, svona krakka, komið inn. Já, en veistu hvað, þetta er... Ég held að þú sér ekki endilega típan til að búa út á landi. Ég held að sé að verða típan. Nei. Heldur að Gauti sé típan? Nei, ég myndi dyrka eiga hús, ég myndi til og með dyrka eiga hús eitthvað Borgarfirði, eða eitthvað. Hvað segirðu? Borgarfirði. Klukkara frá Reykjavík. Já. Og vera svona kíkja á sumrin og... En finnst þess að vera eitthvað kopp-átt að búa svona næsti út í sveit? Hvað segir þið? Ég segi, finnst þið að vera eitthvað svona kopp-átt að búa næsti út í sveit? Það vera bara svona 20 mínútur í burtu frá sveitinni. Þú ert bara einhver fóni. Já. Ákveðtu þig hvort það að vera borgarbúi eða einhver sveitabúi. Þú ert hvorugt núna. Limbo. Já, ég geti limbo sko. Nei, ég veit ekki, ég bara reyna að búa til eitthvað gott content fyrir einhver stráka minni sko. Nei, en ég tengdi svo við þetta og því að það fyrir ógist í töðan á mér þegar fólk segir okkur skoðar ekki bara hús í Hveragerði. Hei, og ég nenni ekki að keyra 90 klukkutíma á viku. Sko, ég hef raunverulega hugsað það að já, en þú veist ekki þannig að ég var eitthvað nálægt að gera, en bara þegar við vorum að fara að kaupa, þá vorum við svona að skoða alla möguleika, bara einhvern veginn til þess að ræða hlutina og mér finnst, bara í fyrsta leið, mér finnst Hveragerði ógeðslega fallegu bær, mér finnst það mikill kosti sumir bæir eru bara ljótir og bara, þú veist, bara andin eitthvað, ekkert sérstaklega góður. Mér finnst andin í Hveragerði góður, mér finnst bærin vera fallegur og allt það, en
Þetta svo Má ég ætla að spyrja spurningu að þú getur svarað henni fljótt þá bara let's go Hvað er uppáhaldsbæriðin á Íslandi fyrir utan Sauðárkrók og hvað er að þínum að minnst spennandi bær Sko mér finnst minnst spennandi vera Akranes Það er bara eitthvað, ég bara hef aldrei fílað Akranes, minnst þessi steiftu götu vera algjör vitleysa, mér finnst, ég er náttúrulega veit að þetta er bara eitthvað, þú veist, ég þekki hennar bæ, ég minnst bærin ekkert mega sens, einhvern veginn, bara minnst ekkert vera þar sem það ætti að vera, einhvern veginn, bara eins og okkur hafi ruglað þessu og já, bara fíla ekki Akranes, ég held mögulega hef ég nefnt áður í þetta, þú veist, ef einhverju pirraðir yfir þessu frá Akranes þá bara hitst í göngunum já, bara, þú veist, þú má taka upp podcast og drötuðu Sauðárkrók og ég skal bara taka því eins og maður en með uppáhaldsbæi Máttu ekki segja Akureyri heldur nei, það er ekkert endilega Akureyri heldur Þú er spenntur þá, þetta er erfitt maður, ert þú með eitthvað? Ég er að reyna að hugsa Minnst kemur alltaf fyrst bara Minnst spennandi bær á Íslandi með dettur í raun og veru ekkert Ekki eins og Keflavík Jú, eiginlega Keflavík sko. Það er eiginlega Keflavík sko. Við erum greinilega ekki hrifnir af þessum bæjum Þykistunni sveit Já, þetta er þykistunni sveit Veist ég, vonda er sko við spilum ágætlega oft í Keflavík Já, ég hef alveg spila oft á Akranes og þetta er gott fólk og Já, það, ég er aðalega bara að tala um bara, þú veist, skipulag ég fer ekkert að dissa bara eitthvað borgarskipulagið, ekkert íbúana Já, þú veist Ok, það er góð punktur Íbúar eru allstað flottir og skemmtilegir sko. Ok, ef við erum sammálaði að fólk á Akranesi og í Keflavík séu gott fólk þá er ég til í að segja að bæði Keflavík og Akranesi skýta steipa Já, þú veist, það er til minnstakosti til betri bæir eiginlega bara flestir og allir Nú erum við cancel út af landi sko. Við erum á hálum Herðu, ok, tellum upp góða bæir sko, mér finnst þarna Ísafjörður, Egilsstaðir sko, mér finnst, ég er ekkert sérstaklega hrifin af Egilsstöðum mér finnst eiginlega aðrir bæir fyrir Hefur mikla reynslu af Egilsstaðir mér finnst það alltaf erfitt því maður komið mikla reynsluði þegar maður kemur, þú veist, degi fyrr dag, komið flugi eða keyrir og finnir sér eitthvað að gera Egilsstaðir, ég er bara upp á hóteli að láta mig fucking leiðast Já, falleg sveitin í kring, ég er mjög hrifin af ég veit ekki hvað þetta heitir, Egilsstaðasveit í kring, það er nóg að frétta þar en bærin sjálfur ég hef sér betri bæ en mér finnst sko, með Siglufjörður dóp Siglufjörður var ekki dóp ég man alveg eftir að hafa komið að spila á Siglufjörði fótbolta sem barn og þá var maður bara eitthvað getur við farið hérna, þetta er the worst það var eitthvað, þú veist, allt bara riðgað og í drasli og eitthvað Siglufjörður er svo nálægt Sauðárkróki, það er alltaf verið eitthvað bíf ég held samt að þú sért svolítið að ímyndað er að þú veist, bíf er það er ekkert bíf og ég hef ekki neina reynsla neinu bífi sko. Nei. Þú ert mjög spenntur fyrir svona smábæðabífum en þau eru, til að valda þér vonbrigðum sko, þá bara ógsta lítið þetta En eitt ég ruggla oft Siglufirði og Seyðisfirði saman Það er ekki saman hluturinn Nei, Seyðisfirði fyrir austan Seyðisfirði er pretty dope Já, en hvor þeirra er bærin sem að Ben Stiller fór og málaði hús svart og fyrir Það var ekki Stykkishólmur Var ekki Walter Mér Stykkishólmur næs Var þetta ekki Seyðisfirði eða Siglufirður? Hvað segir þau? Nei, það er Stykkishólm Er þetta í Stykkishólmur? Já, svo stíða bara way off maður Já, ég verð að segja, ég Takk aftur bara vestfirðinir bara einhvern veginn í heildsinni sem eitthvað ég dýrka allar hringinn og meiri segja Hvaða bær var þetta aftur sem að hún Dísa drullaði Kópasker Hefurðu komið þangað? Ég hef komið þangað en ég man ekkert eftir því Nei, hvenær græðukall, hvað með að útvarpa einum þætti frá Kópaskeri bara live feed af okkur eða live feed við að taka upp þátt á Kópaskeri og bara lýsa aðstæðum, bara horfa út úr gluggan eitthvað þetta er pretty cool, þetta er the worst eitthvað. Já, þetta er enda hljóma mjög vel. Þetta er smá svona mega til, já. Podcastalinn á ferðinni, eitthvað svona landinn Málið, maður þarf núna Kastalandinn Podcastalandinn Podcastalandinn
að maður þarf að fara podcast maður er svo oft þáttur fær að heita það ferðast hringin, en þegar maður er að spila þá er maður ekkert endilega mikið að spá í því hvar maður er og að spá svona nákvæmlega í bænum og í kring þetta er svo mikið mæta fer í soundcheck og sem ekki vinna bara já, eða þú veist, ógeðslega skemmtileg vinna já, en samt vinna en síðan, þú veist, og síðan eftir gig þá ertu bara orðin fullur og þá er bara allt í móðu skilur, og komið halló, erum við ekki 2 edrú menn okkur að við að fara okkur fyllir í snertum ekki á fengi við vorum fyllir bittur má ég spyrja ykkur, ég veit með Gauta, ég held með þig ég meina, hafið ekkert sem tekið bara gig bara, þú veist, þú hefur tekið þetta en bara alveg edrú, þú veist, er mikill munur. Hvað meinar, höfum við einhvern tímann það var hvað ruggluð, auðvitað, ég hef oft spilað edrú og það er ekkert mál þetta er bara, þú veist það smá eins og ég bara ég er að tala meira líka svo Gauti var nýbúin Gauti var nýbúin að kalla okkur fyllibitur og mér varst allt í góðum, mér varst þetta bara sárt á já, þetta var eitthvað svona á hvort að við höfum einhvern tímann var það spurningin, hafið þið spilað edrú þú veist, á einhverjum næst í 10 ára ferli bara hafið þið komið fram edrú já, alveg nei, ég hef ekki gert það þú veist hvernig er stemmingin eftir tónleika, farið það ekki bara beint heim skilur? Jú, það er smá þannig sko ef maður er edrú já, stennið eitthvað, þú veist það er ekkert, þú veist, hvaða gig er það sem maður er að spila og það sem maður er eitthvað sérstaklega upptekinn að staldra við útgáðpartí hjá mann sjálfum já, og festival og eitthvað en vanalega, hvort sem þú ert fullur eða edrú að gigga, vanalega ertu bara þeir eru ekki, þú veist þú ert ekki partur á hópnum sem er á giginu þú ert ekki á þessu vinnustaf, þú ert bara einhver ráðinn listamaður og það er, þú veist, ég fyrir bara heim að hitta vinni mína en maður hefur verið að spila kannski, þú veist maður að spila á föstudegi í Vestmannaeyjum random gig og þá klárar giggið og síðan ertu bara ok, ég er ekki að fara heim, ég er að fara að gista henni eitthvað, best að check out the people, kynnast einhverjum og fókusir aðeins upp það er náttúrulega lang skemmtilegast einmitt við að ef þú ert að spila í Reykjavík, það er sama hvað partíð ykkur, þú fer bara heimtíðin, en ef þú ert út á landi þetta er rétt, þótt þú sér bara að spila á þú veist, ársáttíð álversins fyrir austan eða eitthvað, þá ertu bara af því að þú ert fyrir austan, að spila fyrir álveri fyrir austan, þá ert þú bara að fara að tjúta með álverinu fyrir austan og það er fucking gegg það er ógeðslega gaman. Ég myndi halda að það væri örugglega svona skemmtilegustu eða svona eitt af því, svona eitt af skemmtilegast sem við getum gert, djamma með einhverju svona í rauninni bara random liði, skilur. Random liði, getur verið gaman og getur verið hræðilegt líka. Ég man ekki, manstu, varst þú, hvað, þetta eru nokkur ár síðan, að mér minnir hafi verið Unnsteinn sem hafi verið svona forsvari fyrir hóp sem að var þarna gagnrýndi þjóðhátíð aðeins, ég man ekki nákvæmlega fyrir hvað en það var örugglega eitthvað létt sexist, kynjahlutföllin og allt það Nei, ég man nákvæmlega hvað það var. Já, það má endilega rifja upp þannig búin að segja þetta Ok, halda fram og ég og Gauð, þú veist, þetta er bara basically bara, var þetta ekki Unnsteinn sem var í forsvari fyrir hópin? Ætti að segja honum söguna? Hvað segir þau? Ég er bara að segja þér söguna, nei, bara þegar vorum að tala um að hitta fólk og svona. Ég skal segja bara í fljótu bara hvað þetta var. Þetta var basically þannig að lögreglan í Vestmannaeyjum gefur út hérna, lögreglan í Vestmannaeyjum gefur út tilkynningu að þeir ætla ekki að upplýsa brot sem að í samtíma, bara þú veist, svona í lok hvers dags eitthvað bara eftir helgina og þetta samrændist ekki, þú veist, það eru svona, hvað heitir það, lögregluríki eða lögreglu, þetta er svona ég er að fara að sounda svo sveitafélagi eða eitthvað já, þetta skipt lögreglu umdæmi og það samrændist ekki reglugerð milli lögreglu umdæma og við vorum í raun og veru mótmáli því að því að allavega út frá því sem að já, þetta var bara dúbíus já, sem að Stígamót gaf út og fleiri voru þeirra skoðunar að fólk eigi auðvitað að vera vart hvað er að eiga sér stað á meðan hátíðin er í gangi. Ég er sammála því, en hvernig endaði þetta ekki þannig bara að þið tóku ekki þátt að þau heldur bara áfram án þess að breyta neinu? Nei, það endaði basically þannig að var þessi ekki bara breytt? Þessu var ekki breytt en Illugi bæjarstjóri í Vestmannaeyjum sem sagt
fordæmdi þetta með okkur og það var sett upp þjóðatíð lagði það voru gerðar eitthvað, það voru einhverjir voru ekki eitthvað stígamót og eitthvað lið á staðunum sem alveg vann einstaklega eitthvað stórt verk þetta árið það var basically spýtt í einhvers konar öryggisgæslu og stofnaði einhver hópur í kringum þannig að en fólk var brjálað við okkur líka fyrir að fyrst voru allir í Vestmannaeyjum brjálað við okkur síðan ákvaðum að spila og þá urðu allir brjálaði við okkur Reykjavík í end voru bara allir brjálaðir en nei, ég held að það sem má ég halda áfram með sem ég að segja að við vorum nýbúnir að vera þarna bara eitthvað, þú veist, í hópi sem að skrifaðu, eða svona einhvern veginn bara, skrifaðu undir plagg að þetta væri nú skrítið, þetta væri eitthvað í ólagi og það væri svolítið, þú veist, af hverju það þessu, ekki gera þetta og sen erum við eitthvað að spila út á landi ekki í Vestmannaeyjum, við erum að spila fyrir austan á þú veist, hvað var þetta? Ég get ekki mjög segjum bara að þetta hafi verið Fáskursfjörður, segjum það bara hljómar einhvern veginn og allavega þá áhöfn frá Vestmannaeyjum í bænum búin að leggja bátnum og mættir á trallið og þeir mæta úlu tónleikana og allt fucking kvöldið var ég, þú veist, bæði fyrir tónleikana og ég þurfti alveg að æsa mig, svona eins og mér veist aðeins með vegið bara, láta okkur í friði að þeir voru ykkur fulli sjómenn sem voru frá Vestmannaeyjum og þeir voru eitthvað við erum ekkert allir nauðgarar í Vestmannaeyjum og við vorum eitthvað við það bara, þetta snýrist bara ekki það sagði það enginn hvað er það að segja? það var enginn sem sagði það íaði enginn að þessu þið eru bara að taka þessu svona og þetta var einhvern veginn, ég man bara ég var alveg á tímabili, þú veist, þessi háari hópur í Vestmannaeyjum sem var bara eitthvað svo ógeðslega sár ég veit ekki, þetta var svona eins og bara einhverju trömpistar þú veist, núna på síkast eftir að hann tapaði einhvern veginn, þú veist, fólk sem bara ég held út af því að þjóðatíð Vestmannaeyjum út af því að þjóðatíð Vestmannaeyjum á stórum hluta til bara hjartslátturinn í eyjunni, skilur við þetta var bara velta en við erum að tala viðkvæmur samt fyrir mörg 100 milljónir árlega, skilur við, bara sem að safnast þarna og fer í alls konar áttir, skilur við, það er náttúrulega bara allir sem benefita á því, hvort sem að sé tjaldsvæði, shoppa íþróttafélag húsi sín what the fuck ever en það enginn að vera ríkur að þessu en við eigum, nú er náttúrulega að spila tvisvar á þjóðatíð eftir þetta, þannig að það er engin gremja þarna liggjandi, en það vorum við ekki að taka fyrir fólki í Vestmannaeyjum, heldur vorum við að gaggrina lögreglustörf. Já, og bæði ég bara muna núna, því að maður man svo vel eftir öllu þessu erfiða sem gerist, eins og hópa á sjómönnum sem miskildi allt sem þú sagði þér og ræstu þig, en ég man líka þegar við vorum að spila, þá voru margir Vestmannaeyingar sem komu líka upp á mér, skynsama fólki sem var alveg bara til að láta ykkur vita að þeir að taka við svolítið skít frá þú veist, háværum Vestmannaeyingum. Já. Við erum algjörlega samlega bara láta ykkur vita að við erum ekki öll fullir æstir sjómenn. Nei, en þetta, ég man einmitt sama ár og við erum að þetta og við erum við stöndum fyrir utan hótel nóttina og Ingo við guðunum eitthvað blind fullur að rífast við okkur búfur samningin og við skiljum ekkert hvað fokkar hann er að tala og í kjölfari á því það var fokkin leðilega það kvöld maður og í kjölfari á því þá kemur gaur og meðan Ingo er að rífast búfur þá er hann eitthvað og hann eitthvað svona tímar upp með honum í umræðu sem hann veit ekki, veist, þeir eru bara rífast og ég veit ekkert búur samningin og síðan byrjar gaurinn að vera svo æstur við mig að segja við mig og hvað, heldur við séum bara allir nauðgara? Og ég hefði, eða þú veist, hvar fengu þessar upplýsingar? Hvar fengu? Bara út frá reiðinu sinni bara. Já, það er svo fyndið að vera að lesa bara það sem þú vilt sjá. Ég les bara eitthvað, það má ekki það verður að fólk verður að átta sig á því bara sem samfélag, skilur það að einhverjum sé nauðga í Reykjavík, því ekki allir Reykjavík sem nauðgarar
og það verður að vera á meðan að við erum með svona ógeðslega stóra og flotta og frábæra fucking hátíð að við verðum að vera opin fyrir að tala hlutina og betur bæta og sama hversu góður þeir eru það er alltaf þetta eða slæminn já, ég er að segja já, algjörlega skiptir ekki máli hvað það er þegar ég fyrir að sofa í kvöld þá ætla ég að hugsa, er eitthvað sem ég get gert betur en ég ger í dag, skilur og ég ætla ekki að fara að vera þetta liða þetta að sofna í kvöld og ætla ég að gera eitthvað betra í kvöld þetta er kannski að læra að lesa þetta er læra að lesa ég er ólæs og ég er alltaf reiður og ólæs þetta er náttúrulega fólk er ítrekka að lesa fyrirsagnir það er ég fæst þetta bara sent en þannig erum við að tala um fólk er reitt út af allt öðrum hlut þetta er sikkur fokkin umræðan það er ansi oft samt þannig þeir sem eru allra reiðastir hafa alltaf miskilið eitthvað eða hreinlega bara búið eitthvað til í höfðun á sér já, 100% en maður komin á eitt og það varst að tala um Ingo Viðauk og það rifjast upp fyrir mér að á einhverjum tímamöndu var hann eitthvað, þeir voru einhverjum pínu bífi allavega svona í fjölmiðlum eitthvað makkauti og eitthvað bla bla ég er búin að hugsa svolítið mikið út í eitt dæmi eftir að ég horfði á Logan Paul berjast við KSI og Jake Paul berjast við Nate Robinson viltu sjá mig berjast við Ingo Viðauk pínu, ég var spáð, er markar á Íslandi fyrir svona pay-per-view event svona celebrity boxing match ég skal segja getur við reynd að gera eitthvað matchups má ég fyrst að þú ert að nefna þetta beef og það var vissulega svona menn voru að pota en þetta var aldrei eitthvað beef en við síðan lendi ég hliðin á Ingo, ég kannski líka smá throwing him under the bus út og hála í sinn með að segja hann að vera blindfull að tala um búverðarsamningin, en hann er alltaf opinberlega búin að tala um þetta líka, hann var bara ekki skemmtilegur þetta kvöld, skilur þið? Og sorry með það. Hvað, tala hann opinberlega um þetta kvöld sérstaklega? Nei, hann bara talaði bara um svona almennt eitthvað tímabil? Hann væri bara eitthvað, hafði átt eitthvað tímabil og ég lendi sorry maður, ég var hundleðilegur. En það sem ég ætla að segja er að við hittumst síðan við varum að gigga saman út á landi og þá sátum við hlið við hlið, vorum báði sóló, skilur og sátum hlið við hlið í flugvél og áttum bara að geða gott spjall holding no grudge eitthvað, og ég út í hvað, ég hefur aldrei gert mér neitt bara kallaði makkauta í fjölmiðlum já, það var því að ég sagði þegar ég var ungur, þegar ég var 18 ára eitthvað, þá sagði ég opinberlega að ég myndi frekar hengja með hann að hlusta tónlistina sem er alltaf bara hræðilegur hlutur að segja líka að þú veist það ábyrðin liggur 1000% mín megin, skilur, fyrir að hafa verið fucking dick, ég var að vera dick og þetta er svona eitthvað, mér líður svona eins og þetta sé eitthvað sem að, þú veist, hafa menningi alltaf, þú veist, hefur ekki svona eitthvað, þú veist, fyrir 15 ára, þá er þetta eitthvað sem að Frosti Logason myndi segja um rapptónlist, maður, ég myndi frekar hengja með henn að hlusta á blasrocka. Jú. Þetta er smá þannig. En ég ætla að segja ykkur skemmtilegt tvist að þessu, að þetta, ég man, þetta var svona í Monitor, þetta kemur 2008-2009, og getur örgulega searcha þessa fyrirsögn. Hvað makkauti þá var? Nei, hann að hengja mig eitthvað með gott að stama í því en það sem ég ætla að segja er að ég sagði þetta og í kjölfari var tekið viðtal Atli Fannar var þarna að vinna á Monitor King Monitor maður hann var góð þar, hann var óslega góð þar það sem hann gerir í kjölfari þessu er að Atli hefur samband við Ingo og Ingo segir makkauti, ég hef aldrei heyrt um hann en ef hann myndi eitthvað að opna hamburgerastað þá er ég fyrstur til að mæta spólum sér 10 ár fram í tíman að þegar ég var að opna Hagavagnin og þetta er algjörst easter egg fyrir my fans að þegar ég loksins var að opna Hagavagnin þá bauð ég Ingo í Viðaukvöðunum að koma og klippa á borðan í alvörunni? Og gerðist það? Nei mætti hann ekki? Nei, aldrei smakka Hagavagnin sko mætti, sá hann alveg skilu var alveg, nei, ég hef ekki húmor fyrir þessu ekki minn húmor þannig er þetta, sjáðu þannig kemur tónlistamæður MC Gauti rifja upp í gær þegar hann og Ingo í Viðaukvöðunum átti orðskiptum í fjölmiðlum landsins MC Gauti sagði á sínu tíma að ætti að banna tónlist Viðaukvöðsins í samvæðutali skýtur Ingo föstum skóð tilbaka paldið þetta fyrir 11 árum Ingo sagði að rapparans myndi hann á hamburgerstað og þótti lítið til hans koma hann bætti þá við að Gauti myndi eitthvað um að opna hamburgerstað myndi hann pottið mæta
og þá skrifa ég tweetið Ingo í Veðurguðunum hér með boðið að klippa á borðan og taka fyrsta bitan þegar við opnum hagavagnin næsta föstudag og Það mjög gott þetta er dálítið fyndið sko. Þetta gott, hann mætti ekki Ég veit ekki eins og hvort hann hafi séð þetta grín sko, ég vona það Það hefur nú einhver bentorum með þetta Það er svo svaltið að mætt maður Það hefur svo fucking svart Þetta er eiginlega næsta sem ég hef einhvern tíma verið í rappbífi Já, þú hefur aldrei bífað við neitt rappara Nei Er það ekki? Hef ég bífað eitthvað? Jú Reykjavíkudæður Er það ekki? Var það bíf? Já, þú veist svona, ok, kannski ekki bara eitthvað proper bíf þar sem menn að skjóta eitthvað annað Það getur ekki verið bíf einni hlæjandi og henni reyðir Jú, er það samt ekki oft þannig? Eins og 50 cent bífin og eitthvað Er það ekki alltaf bara 50 cent hann er eitthvað hlæjandi og menn eru Kaup okkur að Ja Rule ræðir og eitthvað Menn hafa samt sko reynd að bífa mig Fiffi hann er savage Hann er bara, engin meiri savage en 50 cent maður Hann er ruthless Já, hann er ruthless Hann er ógeðist Hann er svona sér alltaf skellilegandi Já, hann er líka með svona smirk fucking face Já, hann er þetta fucking smirk sko það er ógeðislega að fyndi vídeóið þegar hann er að segja bara, þú veist, Floyd ef þú lest eina blaðsíðu í Harry Potter bók þá donata ég, hvað var það mikið? Bara $1,000,000 $500,000 sko. Það því hann er ólæs Já hann segir fuck the það var svona eitthvað svona ice bucket challenge fuck the ice bucket challenge bara Floyd Já ef þú getur lesið eina blaðsíðu í Harry Potter bók skal ég borga þér dýrlega og ég minnir að það hafi verið þannig að Floyd hafi svarað og verið eitthvað, hei, ég kann víst að lesa og les blaðsíðu sem er náttúrulega miklu verð Það er miklu finnara sko það að þú sérst að sanna fyrir einhverju sérst að lesa Ég kann sko lesa Þýðir eiginlega og kunnir ekki lesa sko, ég man vel eftir þessu bífi og 50 og Floyd hafa bífa oft og þetta var þannig að 50 segi þetta ef þú lest eina blaðsíðu á Harry Potter og skal ég donata $1,000,000 í charity að þínu vali eða eitthvað og þá kemur Floyd með það bara read this ávísun upp á $100,000,000 minna það var það svarið Málega, Floyd áaldrei jokes tilbaka hann getur alltaf bara að flassa fucking peningun það er eina sem getur gert það er svo leiðilegt að með 50 er actually bara hann er bara bullja lið 50, ég væri bara til í eitthvað 50 special á Netflix, ég myndi orða það bara hann eitthvað að rosta lið Já, veistu hvað gaman að fylgjast með eitthvað hann hakkar það lið í sig eins og hann gerði með bara Rick Ross og Ja Rule þegar hann keifti hann ekki bara alla miðana í höllinni hann tók á Ja Rule gigi keifti sko bara fyrstu 6 raðirnar eða eitthvað svona VIP-stúku og skildi það síðan eftir tómt þetta er svo góð strategi hjá honum af því þú varst nú að tala um aðan eitthvað eitt hlæjandi og aðri reyðir það er smá þannig að ef það er bíf og þú og annar í bífinu er alltaf hlæjandi og meina hinn er bara gett reyður og er eitthvað NEI það er alltaf sá sem er hlæjandi sem að vinnur. Við hugsaðum þetta sko hjá Júlevenner að Júlevenner myndi kaupa fyrstu 5 raðinir á bó Já, þess að sabotasa bara Já, síðan væri bara frátekið fyrir það var eitthvað dýrst grín samt Savage maður Hvað skrifaði hann hana? Hann er að skrifa broke með seðlabúntum út af því að hann var hann í svona málafellu við Rick Ross og hann vildi ekki borga, hann gerði sér frekar gjaldþrota heldur hann að borga Gerði 50 sér gjaldþrota til þess að þurfa ekki að borga Já, og ég bara svara þessu með þessari mynd og hann þurfti að útskýra þetta í réttarsal, það er mjög fyndið. Þetta er að útskýra? Það fekk bara lána að seðlabúnt. I was just making a joke, man. Það er bara pop money. Ég hugsa svona gaurar, skilur, eins og þegar, þú veist, maður mann svo vel eftir til þess að Michael Jackson var gjaldþrota. Verður svona gaurar, og Lil Wayne var gjaldþrota. Verður svona gaurar einhver tíman broke. Ég meina, verður eitthvað gjaldþrota frekar en einhverjir íslenskir, þú veist, einhverjir bankar yfir. Það sem ég er meira að meina, þú veist, er ekki alltaf, þú veist, ef að Lil Wayne þú veist, myndi tapa öllum peningur sinum í dag, þá gæti hann eignast meira en ég mun eignast á ævinni með 3 giggum. Veistu hvað ég tala um? Jó, og ég segi að hann verður kannski bara broke í sínu samengi, en Lil Wayne getur búið til 10 milljónir núna með að búið til lag með einhverjum. En bara broke á blaði. En er þetta ekki fyrst og fremst bara, þú veist, eins og broke á blaði.
þú veist, í sérst svona dæmum, þá þetta, held ég fyrst og næst að þú skulda ekki mikið skatt, þú veist, eins og Mike Tyson, hann eignast 300 milljónir sem bara 30 miljardar íslenskra króna, tapar því meira með öllu, borgar ekki skattaði, skulda skattin út 100 milljónir eða eitthvað, að núna, ok, hann verið í hangover, hann þessu hér, þetta fucking 100 milljónir. En hann er proper broke þá. Þú veist, þótt hann láti þetta matla og rétti sér hlutur hann alveg, hann retta sér ekkert úr þessu. Nei, þú veist, svo verðist vera, ég meina, hann núna að gera fína hluti og tók hann að bardaðan og eitthvað svona, en ég held að það sé eins og orðan sig, það svona proper broke. Þú tók hann þennan barda bara þegar hann Hvaða bardaði var þetta aftur? Roy Jones, hann gerði þetta bara Já. Hvernig fór svo bardaði? Tyson vann, en þetta var svona exhibition match. Tyson undefeated? Nei, hann tapaði til það með beta eira af Holyfield, tapaði til Lance Lewis Ég er alltaf þekkið fyrir hans ekki neitt, sko. Já, það var þannig að mér finnst box ógeðslega leiðileg íþrótt. Já, þetta er henni bara skemmt þegar eitthvað Tyson gæi í þessu. Það er litla sem ég séð og síðan alltaf horfði ég til dæmis á hann að trúðabardaðan Floyd Conor. Já, mér varst það reyndar mjög skemmtilegt event, sko. Já, mér varst bara það gerðist samt ekki neitt. Mér varst langskemmtilegt bara undan bardaðanum. Já, ég er ekki að segja aðdragandinn sem var geggjaður, skilurðu? Allt foreplay sem ég fekk að upplifa í kringum þann bardaða var geggjaður. Já, en síðan einmitt slagurinn sjálfur antiklæmaks að þetta er bara... Fullnæðingin var antiklæmaks. Já. En hvað, þið spenntið fyrir Logan Paul á móti Floyd Mayweather? Nei. Er það að fara að gerast? Nei, þeir eru bara að berast held í janúar eða ekki á næstinu, sko. Ég get ekki haft áhuga á Logan Paul eða neinu sem hann gerir. En er ekki líka bara vandamáli við þennan bardaða? Þetta verður ekki, eins og ef þetta verður MMA-bardaði, þá er það bara rústað og þá maður myndir sjá blóð og svona boxbardaði, er hann ekki basically bara Floyd bara að fara að taka hann á tækni og stigum og það verður ekkert spennandi við þetta. Þannig bara að fara að tækna hann út. Ég meina, hann alltaf kláraði Conor samt, skilur við. Þú veist, hann fór ekki í dómarana. Er það að fara að boxa? Já, þetta er boxbardaði. Conor alltaf að bróta reglunar í þeim bardaða. Hann var bara over, en hann í raun og veru hefði átt að stoppa bardaðan og segja bara, herri, þú kannt ekki að boxa. Þú ert bara að bróta, þú ert að MMA. Má ég að spyrja hana? Er Floyd Mayweather boxari, góður boxari, besti boxarinn að fara að boxa við YouTube-gaurinn sem er núna orðin eitthvað bufft og ef hann að slást. Já, þú sé, hérna, þetta er svona... ég þarf ekki að sjá hana, þetta er bara spurningin minn er hvernig er þetta spennandi? Er ekki Floyd ef hann er besti bardaðamær í heiminum að fara að bara drepa hann? Þetta er bara peningabandið. Bara báðu gaurinn að fara að fá bara psycho upp að þér. Já, psycho upp að þér, en náttúrulega hugmyndin er alltaf Floyd er hann gamall og Logan Paul er bara 24 eða eitthvað og hann er með svona, hann er þyngri. Er Logan stærri og þyngri? Já. En er ekki líka nýbyrjar að boxa? Þeir eru ekki að tala bara að byrja bara að boxa fyrir 5 árum. Mér finnst þetta bara svo disrespectful fyrir bara sportið og entertain. Ég hata hennar fucking gaur. En ég er að segja, ég til dæmis eins og Dana White og Conor þeir sögðu náttúrulega bara fokka þér, skilur glimtu, við erum ekki að fara að hleypa þér og Nick sem kemur inn á það sem alltaf að segja. Já, bara þetta er svo disrespectful, bara svona þú veist, þetta er alveg worst kind of bara típa þessi náungi og bara fá svona að vaða uppi og eitthvað ég nefnst ekki, sko. Og boxinan, skilur þeir eru eitthvað desperate, þeir eru eitthvað að fara að gera úr þessu, mér finnst það þetta er bara lélegt fyrir sportið. Mér finnst miklu meira cool take á MMA-liðinu að vera bara Dana White sagði, hann ætla að láta konu champion sem Rodan, skilum. Já. Ég vil að sjá það. Þeir bara segjum að bara drullast út, little boy. Nei, og líka bara, sem er bara, okkur langar öllum að berja þig, en við ætlum ekki að leyfa þér að fá hann er bara að fara eini sem að vinnur eitthvað í gegnum þetta allt saman er Logan Paul einungis, þetta er bara annað vinn fyrir YouTube-hittar hann fá eitthvað golden ticket inn í fucking UFC bara út af því að hann á ógeðslega mikið peningum, skilur mér finnst alveg cool að ég settur stopper þarna ég er sammála, ég man eftir að kom svona legit heavyweight boxer inn í MMA hann bara til UFC, Dana White gerði undanþenningu og það var bara 30 sekundur, hann var kyrtur okay. Þetta var bara gæði sem var að berast við Tyson og svona, þú veist einmitt bara átti ekki séns þar átti ekki séns og hann var að berast undir 50 bara svona UFC vett, skilur Randy Couture heitir hann
og bara átti ekki break tók mann niður Horfum á allt UFC ekki allt, þetta of mikið núna í dag sko. Erum við ekki að tala bara næstu í hverju helgi? Jú, en núna spennandi, ég meina 23. janúar kemur Conor aftur það sko, ég bara algjör svona eins og ég mæti á KR-leiki og ég mæti eiginlega bara á byggarleikina Já, svona casual fan bara Nei, ég miklu meira bara glory hunta shit, sko Ég svo ánað við heiðarleikar Nei, ég er bara svona hvað kallar það, glory hunter Þú veist, ég er bara gaman að því þegar það er komin ógeðslega mikið hit í leikin fyrir mér ég skil alveg ef að fólk er eitthvað pirra auðvitað er ég fucking around ég held ekkert með fucking Liverpool Úps Nei, en ég er eins og með KR ég held með KR en það breytir í raun og veru engu í lífinu mínu þó að gamla hverjum mitt myndi bara taka byggarni, skilur við Damn Það er samt svo lítið svona sem að breytir Nei, ég er bara að vera honest íþróttir, ég er skater fucking kid í grunninn að því skate saminaði mig í menningu, tónlist og fatastíl og ég var að hanga með liði og býtu Hvað sagður, stíl, menningu og nei, hvað sagður þau? Ég manna eitthvað menning og fatastíl já. Ég bara hitt eitthvað lið tónlist, menning og fatastíl tónlist, menning, fatastíl á meðan öll elementin já, hlusta á meðan sko, ég saminaðist liði sem ég átti svona sameiginlega áhugamál með þá finnst mér fótbolti og svona þú veist einmitt og afklæði áhugamálniðunum og ferði eitthvað búning og þetta eins og allir hinnir og síðan eitthvað stjórnbærs wow, dude, já, þetta er rosalegt ég aldrei spáði þessu svona en það sem ég er að segja er að skeiti var alltaf fókusin var alltaf á bara homies að reyna að ná kickflip tónlist, menningu, fatastíl skriktdans, spraylist skífuskang taktsmíði taktkaftur það er nefnilega málið að ég bara eins og með ég tek því ekki mest gaman, mest ógeðslega gaman að halda með eitthvað lið, það er spenna en það eyðileggur ekki fyrir með daginn að eitthvað lið tapi. En ef þú tapar í eitthvað svona ég náttúrulega er ekki lið, skilurðu og mér finnst dálítið fyndið þegar fólk segir við í Liverpool töpum í kvöld, shut the fuck up Liverpool sem nei, maður segir við unnum í kvöld við unnum þið unnu ekki neitt og heldur með liði sem vann. En ertu tapsár eða ertu einhver keppnismaður? Ég bara get ekki spilað Ludo bara. Það eru brjólaði bara það var kannski gott að þú sért bara ekkert að taka þetta óalvarlega þú veist það er gaman að þú mætir á KR-leiki og þeir vinna og þú þetta er besta tilfinning í heimi og svo tapar þú hefur reynsluna þessu þú hefur spilað FIFA við mig þú veist hvernig ég er í FIFA mannstu hvernig ég er í FIFA ég man ekki eftir því ég tjúlast í FIFA alveg bara ég verð líka ægið í FIFA ég finn það núna ég hef grafið þessar minningar eitthvað bara mjög djúpt ég hef ekki viljað að rifja þetta þegar þú bjóst á Rauðarárstígnum back in the days þá spiluðu þið FIFA við mig sem brandara já og það var náttúrulega sérstaklega að finna þegar þú varst ekkert spes þegar þú varst mjög æstur og lélugur sem er eiginlega besta blandan ég myndi fylgjast með gaur á Twitch sem að væri bara reyður og lélugur já, væri samt ekki mjög alvara með þessu verður velkomin á streamið mitt hvernig líður ykkur, mér líður vel og byrjar að spila leikinn og hann er eitthvað geðveikt lélugur og reyður yfir í allan tíman það ég myndi að horfa á það já, ég myndi líka að horfa á það Gauti, byrjaði að spila FIFA á Twitch ég var að fá hugmynd það er ekki hugmynd þetta er bara geðveik hugmynd nei, ég veit það ekki ég veist kannski svona líður mig bara varandi íþróttir ég bara, þú veist, það er bara að affekta mig ekki eins og það er greinilega affektað ykkur, skilur þið verður bara eitthvað eðileggi daginn fyrir ykkur það er náttúrulega ekki þinn tribe, greinilega þetta er ekki maður, en við samt sko en þú veist, ert þú bara Tony Hawk fótbrýtur sig, þá ert þú bara jafndapur og hann alltaf 60 ára núna er alltaf bara fótbreytið sig svona 300 miljón sinnum á hefinni en ég var Tony þetta var svo mikið þetta var svo mikið engin skeitar að koma með skeitrifja hvað ef Tony Hawk fótbrýtur sig þá ert þú í alveg í rusli mætir ekki í skóla þetta er smá eins og þú færir að tala um David Beckham í einhvern leik í kvöld algjört fucking er þetta ekki bara komið gott maður sjáttu þetta Tony Hawk já, án jokes herri, ég eitt áður djúð var ég fúll einu sinni þegar ég
Tony Hawk er náttúrulega fucking legend og mér, ef ég myndi sjá fótbolta þá myndi ég alveg vera smá leiður Já. en ég satt þess að á Landromat niður í bæ og var að borða og síðan fór ég út og félagi minn sem var að vinna kom á sama tíma og stinn Tony Hawk var hann bara 2 borðum frá þér og ég fattaði það ekki, vissi það ekki fyrir farin og mista moment Ég veit manni eftir, ég fekk alveg myndi frá fullt af svona skeitur minnum, ég hitt Tony Hawk og ég var bara svona, ég fekk svo mikið FOMO Já, þið langaði að hitta Tony Já, Hawk en svo hugsaði ég bara svona ég hitt eitthvað svona celebrities og þetta er alltaf bara eitthvað svona hey man, big fan, can I og ég eitt getið panika svo mikið og ég bara, can I get a picture og tók bara mynd á hann ég var ekki á myndinni það er svo gæðslega og viti hver það var ég fílast það þá pælingu að vera bara eitthvað hitt einhvern gett fræðan og bara can I get a picture og hann eitthvað yeah man, come on over og þú eitthvað, nei, ég vil ekki vera á myndinni og gæinn var bara eitthvað svona borða með vini sem á Heathrow og þetta er gæinn, þetta er Brendan Gleeson hann var í Braveheart áttu halló, finna myndina elska að þú hefði tekið mynd af honum og ég vissi ekki hvað hann hér, ég sagði oh you got from Braveheart, big fan, can I take a picture og hann bara, sure, svo tók ég bara mynd og fó thanks man nei, það er samt alveg, come on mér finnst alveg merkilegt að hitta Tony Hawk breytti lífinu mínu þú veist, fyrir já, þegar hann gerir 900 það er að djóka Tony Hawk Pro Skater breytti lífinu já, einmæra, og hann þá skilur, og bara öll bylgjan sem kom út frá Tony Hawk bara mótaði mig í veist, bara húmor og tónlist og skrikkdans og úðabrúsali nákvæmlega breakdance takkjaftur tínda elementi eru þetta beatbox það er rétt já, podcastir í leiðin er komin á enda í dag followið okkur á Instagram